Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 81 af þessu hlaðvarpi. Í dag átti ég rosa erfitt með að finna eitthvað til að tala og ég þurfti að trufla sjálfan mig nokkuð mikið til þess að hausinn minn færi á þann stað þar sem hann þarf að vera til þess að detta sniðuga hluti í hug. En svo kom það loksins. Það er að segja það sem ég ætla að tala í dag. Þegar það rifjast upp fyrir mér, hver er algengasta spurningin sem ég fæ þegar ég kynni mig fyrir útlendingum og segist vera frá Íslandi. En þau spyrja mig þá, er það satt að þið eruð með þetta app? Nú veit ég ekki hvort að allir í heiminum muna eftir þessu jafn vel og Íslendingar gera, en þetta er líklega eftirminnilegasta grín sem Jimmy Kimmel hefur nokkurn tíma sjónvarpað. En það er í kringum svona 2007 til 10 þegar iPhone-arnir voru nýkomnir og við erum farin að kynnast því að vera með snjallsíma og allir eru farnir að framleiða ódýr upp eða smáforrit sem að eru gerð fyrir þessa snjallsíma. Á þessum tíma voru sumir sniðugir leikjaframleiðendur farnir að búa til sérstaka leiki sem innihalda þá tæknina sem að nota snertiskjá til þess að leika með og Angry Birds verður auðvitað risastór leikur, en sum upp voru hreinlega bara vitlaus upp og voru bara tilraunir með þá tækni sem símarnir buðu upp á. Eins og til dæmis appið þar sem þú getur þóst drekka bjór og gast séð hvernig skjárinn fylgdi hreyfingum þínum og ímyndaða bjórglasið á skjánum tæmdist. Sá sem framleiddi þetta app græddi ógeðslega mikið pening á bara þessu eina gríni, en í því tilfelli var þetta bara grín. Aðrir þjónustu aðilar sem áttu þegar einhvers konar þjónustu og einhvers konar gagnagrunn og höfðu það hreinlega í þjónustu módelinu sínu að vilja koma þessum gögnum til skila til viðskiptavina eða notenda sinna, fóru að sjálfsögðu að skoða hvernig væri hægt að búa til upp eða smáforrit fyrir þær þjónustur. Og ein slík þjónusta á Íslandi varð heimsfræg. Þessi þjónusta heitir Íslendingabók. Íslendingabók er samansafn upplýsinga og gagnagrunnur íslenska ættfræði. Þar að segja sögu foreldra okkar og forfeðra okkar, þar sem ættir tengjast saman og mynda ættartré. Ef ég man það alveg rétt, þá er það íslenskt líftækni fyrirtæki sem viðheldur þessum gagnagrunni, en það fyrirtæki er eitt stærsta fyrirtækið á Íslandi
og vinnur sérstaklega með lyfjafyrirtækjum sem ná að prófa nýja lyfjatækni á erfðafræði grunni sem Ísland og íslenskt samfélag hefur. En við Íslendingar erum einstaklega góð í að vita hverjir forfeður okkar eru. Það er að segja, við kunnum forsöguna okkar nokkuð vel. Og þá ekki bara að vita að langa afi minn flutti hingað frá Noregi. Þannig að ég og fjölskyldan mín eigum norska forfeður. Heldur getum við rakið ættir okkar alveg niður að því fólki sem fyrst flutti til Íslands þegar Ísland var stofnað eða ekki einu sinni stofnað. Ég man til dæmis eftir vini mínum úr grunnskóla sem gat með þessum gagnagrunni rakið ættir sínar aftur til Ingólfs Arnarsonar sem fann og stofnaði Reykjavík á 10. öld. Þannig þá erum við ekki að tala nokkur 100 ár, heldur bókstaflega 1000 ár af forfeðra sögu. Þannig við Íslendingar, við getum komist frekar hæglega að því hvort einhver annar Íslendingur sé skyldur okkur eða þá frekar því það er sjálfsagt að allir Íslendingar eru skyldir að komast að því hversu skyld við erum. Þannig ég gæti hitt einhvern Íslending á götunni og ég gæti farið í þennan gagnagrunn og flett nafni þessa ókunnuga aðila eða ókunnuga aðila sem ég þekki núna í dag eftir að hafa kynnst honum og komist að því nákvæmlega hversu skyldir við erum. Það er að segja hvað eru margar kynslóðir á milli okkar og í gegnum hvaða foreldra leið við erum skyldir eða skyldastir. En þetta er þá sem sagt gagnagrunnur sem við höfum þróað og búið til og þessi þjónusta hefur verið starfrækt alla þá tíð sem ég man eftir mér. Ég er ekki búin að fletta því upp hvenær hún er stofnuð, en hún hlýtur að hafa verið stofnuð eftir að Íslendingar fengu allir aðgang að netinu, allavega sem svona einfalt uppfletti rit. Og þá komum við aftur að appinu. Appið virkar eins og vefsíða. Þú skráir þig inn á upplýsingum sem að staðfesta að þú sért sá aðili sem þú segist vera, þá líklega í gegnum eitthvað eins og kennitölu eða rafræn skilríki sem að eru beintengd við þig og þá getur þú notað þetta smá forrit eins og vefsíðuna. Þú hittir einhvern, þú flettir nafninu þeirra upp og sérð hversu skyld þið eruð. En tækni snjallsímanna var ennþá nokkuð nýtt og eitthvað til að leika sér með. Einn af eiginleikum snjallsímanna sem var nýr á þessum tíma var leið til þess að tengja síma saman með nokkuð einföldum hætti. Þau sem muna eftir því hvernig Bluetooth símatæknin virkaði þegar hún var ný, þá gastu nýtt þér Bluetooth tengingu til þess að tengja saman síma þó þeir væru kannski af mismunandi tegund
og í gegnum þetta samband sent gögn á milli símanna eða tækjanna, og í dag þessi tækni ennþá notuð til þess að láta tæki tala við önnur tæki, eins og að láta heyrnartól tengjast við síma, þannig að allt það hljóð sem síminn spilar heyrist í þessum heyrnartólum og að míkrófón heyrnartólanna verði að míkrófón símans. Snjallsímarnir sem komu út á þessum tíma voru farnir að leika sér að því hvernig væri hægt að einfalda Bluetooth-tæknina enn frekar og fundu leiðir til þess að láta síma komast í samband við hvorn annan með því hreinlega að láta þá snertast eða allavega vera mjög nálægt hvorum öðrum. Og þetta app nýtti sér þetta færi. Þau settu upp þjónustuleið þar sem þú gast einmitt hitt einhvern á götunni, og ef báðir aðilar voru með þetta app í símum sínum, þá gátu þeir látið símana komast í snertingu við hvorn annan, þannig að þeir tengist saman mjög hratt og auðveldlega, og þá án þess að þurfa að fletta nokkru nafni upp, þá birtist það á skjáum beggja aðila hversu skyldir aðilarnir væru. Þannig þetta var bara í gríni gert. Þetta var gert til að leika sér með tæknina sem var til. Og fólk nýtti sér þennan gagnagrunn alveg eins og það hafði gert í gegnum þau ár sem hún þjónustan hafði verið til. Og svo kemst þetta inn á borð handritshöfunda Jimmy Kimmel, sem býr til skets sem langflestir Íslendingar muna eftir, og greinilega fullt af útlendingum sem spyrja mig út í þetta, þó sketsin hafi mögulega komið út jafnvel áður en fólkið fæddist. Þetta eins og skets sem hefur lifað nokkuð góðu lífi og mögulega breytt ímynd Íslands. Sketsin fjallar það að Íslendingar séu það skyldir að það hafi þurft að þróa app sem fólk geti notað til þess að komast að því hvort einhver aðili sem við ætluðum mögulega til dæmis að stofna fjölskyldu með væri of skyldur okkur. Að íslenska ríkið hafi þurft að búa til smáforrit sem passaði upp á það að Íslendingar færu ekki að fremja syfjaspell, og að þá gætu sem sagt til dæmis notendur sem hafa þetta app og hitta einhvern niðri í bæ eða í partíi tekið upp appið og prófað að komast að því hvort aðilarnir væru skyldir áður en það væri of seint og áður en það væri búið að taka einhver skref sem ekki væri hægt að draga til baka. Í eyrum sumra fer að hljóma Game of Thrones þemalagið. Á blaði þetta ógeðslega gott grín og klárlega staðreynd til þess að geta hlegið að einhver smáþjóð hafi ákveðið að búa sér til mjög flókna þjónustu til þess að passa upp á að eitthvað tabú myndi ekki gerast í samfélaginu. Að það væri svo mikil hætta á því að það þyrfti að þróa mjög skondið app sem neytendur getu
notað til að sjá hver tengslin væru með því að setja síma saman og sjá hvort appið segi já eða nei. Þú mátt ekki taka næstu skref með þessum aðila. Þau sem spyrja mig út í þetta og spyrja mig í alvörunni til þetta app, þá segi ég já, þetta til. Það sem þú þekkir þetta fyrir grínskets og ekki beinlínis heimsfrétt eða staðreind samfélagið. Þetta ekki búið til þess að hjálpa íslensku samfélagi að komast hjá tabúum. Þetta var hreinlega gert til þess að leika sér með tækni þess tíma þegar allir voru að prófa sig áfram með hvað væri hægt að gera með þetta nýja tæki snjallsímana. En þetta bendir þó á áhugaverðan hlut og áhugaverða staðreind íslenskt samfélag og menningu að við þó kunnum þessa sögu okkar. Við vitum nógu mikið íslenskt samfélag og faðerni hinna ýmsu aðila að við getum hæglega teiknað upp þessi ættartré. Á síðustu árum hafa orðið til mörg stórfyrirtæki í til dæmis Bandaríkjunum sem snúast það að fólk geti fundið uppruna sinn. Það sem einhver einkaskrifstofa fer í það verkefni að leita að uppruna þínum og komast að því hvaðan þú ert og hverjir forfeður þínir voru. Við Íslendingar þurfum ekki á svona þjónustu að halda því hún þegar til. Við höfum skrásett þessa sögu jafnóðum og meira að segja berum þessa sögu í nöfnunum okkar og einhver hefur svo tekið allar þessar upplýsingar saman og kortlagt alla íslensku þjóðina þannig að hver sem getur komist að því hvar einhver annar aðili í sínu ættartré. Þannig að þátturinn í dag varð eiginlega æfð ræða hjá mér sem ég hef farið með oft áður við kunningja mína og þið fáið þá að heyra hana hérna á íslensku sem annað hvort eitthvað sem þið vissuð fyrir eða þá ný skondin staðreind íslenskt samfélag sem að segir þá kannski eitthvað til íslenska menningu og kannski nýlega sögu landsins. En ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.